Já, velkomin að Rauða borðinu, áhorfendur góðir. Núna í kvöld ætlum við aðeins að staldra við ríkisfjármál og kannski efnahagsmál og hagfræði. Og tilefnið er eiginlega það að ég hef verið í svona ýmsum viðtölum og samtalsþáttum og það hefur komið mér á óvart að þó svo að skattamál og efnahagsmál séu kannski meira upp á borði núna en áður og af skiljanlegum ástæðum vegna þess að þetta eru mál sem eru í mikilli deilu út allan heim. Við lifum við svona vatnaskil, það sem eru breyttar hugmyndir fólks ríkisfjármál, hlutverk Seðlabanka, uppgjör við nýfrjálshyggjuna sem er fallin. Að það var eins og þetta hafi bara ekki ratað til Íslands. Að spurningar sem maður fær eru oft djúpt innan úr hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar og þegar maður er að ræða við fulltrúa frá öðrum flokkum að þá láta þeir sumir eins og það sé heilug skylda stjórnmálanna að viðhalda svona þeim höftum sem að sett voru á ríkisreksturinn á nýfrjálshyggjutímanum og sem að mér hefur fundist og flestum öðrum að hafa verið að svona falla víða heim. Og til þess að hjálpa mér að skilja stöðuna að þá er hingað komin Ásgeir Brynjar Torfason sem er oft komið hingað til okkar og stundum með öðrum hérna í þessum að ég hef kantast með að kalla þjóðhagsráð Rauða borðsins þegar Guðrún Johnsen og Ólafur Margeirsson er með okkur en þú nú oft komið hingað einn og ég held að það hef nú verið bara fyrsti þátturinn eða næst fyrsti þátturinn þess að þú komst og eftir Drífu Snædal. Hérna byrjum á því að veltaði bara fyrir okkur. Eru vatnaskil í hugmyndum manna og fólks ríkisfjármálin, hlutverk Seðlabankans og kannski hlutverk ríkisvaldsins í uppbyggingu samfélagana út í heimi? Já, út í heimi tvímælalaust. Ég er stöðugt á alþjóðlegum ráðstefnum á netinu eða hlustandi á podcast eða lesa greinar þar sem að er mjög mikil degla búin að vera síðan að COVID-kreppan byrjaði, sumir eru farnir að búin að blása hana af en það er sko klassískt og við þekkjum það frá 2008 hruninu til dæmis að það eru svona 2 ár sem tekur þar til að þeir byrja að vinna úr vandanum. Þannig að mikil samhljómur út í heimi núna það er raun og veru á næsta ári sem mun svona þarnæsta ári sem mun svona skerast úr hvernig okkur tekst að losna við afleiðingarnar af þeirri kreppu. Og það var gert 2010-11 sveltistefnan og styrjaldarstefnan sem er síðan búið að koma í ljós þegar menn fara yfir gögnin og skoða bara útkomuna eins og ég hef talað hérna áður að þá skilaði hún verri niðurstöðu og þess vegna Það er það sem að menn hafa átt að segja á því eftir COVID að sveltistefnan sem var gripið til þess að rétta af ríkissjóðina eftir hrunið að hún hafi verið skaðleg. Já, og heimsfaraldurinn náttúrulega hleypti upp öllum gáttum allra ríkissjóða heimsins og til að bregðast við. Síðan er í raun og veru debattin úti núna það hvenær á að fara að draga úr þetta eru svona 2 aðalarmar, ríkisfjármálin, fjármálaráðið best að taka það aftur fram, ég siti í því hér sem hefur svona eftirlit fyrir þingi með þeim stefnum og áætlunum sem ný ríkisstjórn setur, þannig að þess vegna tala ég ekki um þessi innanlandsmál, en síðan er það Seðlabankinn með peningastefnuna og þeir eru búnir að vera víða heim með núllvexti frá 2008 en voru að byrjaði að hækka rétt fyrir COVID-kreppuna og allir lækkuðu það síðan þá, meira segja hér líka. En síðan erum við einna fyrst í að byrja að hækka það aftur og hér er umræðan eins og úti hvenær á síðan að fara að byrja að draga úr. Það er viss munur síðan að þegar ég er á ráðstefnum, það er oft gerðar svona kannanir, ef maður er á svona ráðstefnum. Ég hef til dæmis nýlega á evrópskri ráðstefnu evrópsku fjármálareglurnar hvenær ætti að láta þær fara að virka aftur, þetta með skuldir hins opinbera og hallann
sem voru rýmri heldur en á Íslandi og voru teknar úr sambandi eins og á Íslandi en á Íslandi var það teknar úr sambandi 5 ára tímabili við mann rétt en í Evrópu ótímabundið og eftir ákveða það hvenær það verða settar í gang aftur. Já, það verið að ræða það og umræðan þar mjög mikið það að það þurfi að breyta þeim reglum áður en þær eru settar í gang aftur en könnunin sem var gerð þarna á þessari ráðstefnu bara í síðustu viku að þá voru svona 48-52% sem sagt rétt tæpur helmingur sem vildi breyta þeim í upphafi ráðstefnunar og síðan rétt rúmur helmingur sem vildi breyta reglunum í lok ráðstefnu. Þannig að það sem talað svona stundum sem haukar og dúfur í Seðlabankafræðunum, þeir sem vilja draga úr örvuninni hraðar og hinir sem eru mildari og vilja sjá að við séum alveg komin út úr í að leyfa örvunina stuðla meiri uppbyggingu og eru þá þar með minna hrættir við. En ef við hjálpum hlustendum að skilja að þá eru þessar reglur annars vegar það að þær takmarka hversu langan tíma má reka ríkissjóð með halla og leggja ekkert mat á það út af hverju hallin hann getur verið út af óviðráðanlegum ástæðum eða hann getur verið vegna þess að ríkið ákveður að fara út í einhverja fjárfestingar sem að gætu skilað einhverju til lengri tíma, einhverjum ástæðum, þótt verið skynsamlegt eins og oft í fjármálum að það getur verið skynsamlegt fyrir að eyða peningum í dag til þess að bæta stöðuna til lengri tíma. Og svo það reglur sem að banna ríkissjóð að skulda umfram tiltekin mörk miðað við landsframleiðslu. Hérna á Íslandi voru þessi mörk í 30%, í Evrópu, hvað var það, 50 eða 60? Maastricht-skilyrðin. Og þetta raunverulega heftir þáttöku ríkisvaldsins í samfélaginu að hugmyndir eins og voru hérna kannski miðja síðustu öld að byggja upp samfélagin, byggja upp innviðina, ef við tökum bara þekkt fyrirbrigði eins og New Deal, að það ómögulegt innan þessar regla. Það svo hægt við það að slík áform brjóti þessi mörk og þar af leiðandi raunverulega bundin möguleika ríkisins og ég má aðeins halda áfram og þetta með því að setja ríkinu þessi mörk að þá byrja að hljóma skynsamlega kannski leiðir sem ekki voru notaðar áður eins og til dæmis að fá einkaaðila til þess að koma að fjármögnun vegakerfisins og ná síðan peningum inn með vegatollum og að ýmislegt sem að ríkið þarf að gera og alveg augljóst öllum að það þarf að byggja upp samfélagið að þá kemur hugmyndin að það líklega að því að ríkið getur þetta ekki, það lokað inn í þessum mörkum sem að mennirnir þó settu að þá verður að fá einkaaðila til þess að gera það. Þegar þessi mörk eru aflögð að þá náttúrulega eru þessi rök eiginlega öll sömun fallin. Því að það bara heima tilbúið að ríki ráði ekki við tiltekna hluti. Að þeir eru búin að fella niður mörkin, að þá þarf það að fara að endurhugsa það hvar eru mörkin á því hvað ríki getur gert. Já, og það snýst mjög mikið af debattinum úti núna. Að Keynes gamli sagði við í raun og veru getum við gert, sem sagt, peningan ekki vandamál, við getum gert allt sem við getum gert og þá hægt að fjármagna það sem takmarkandi þátturinn hvað getum við gert mikið. Þetta eru komnu rökin. Það svo á sama tíma á þess til þess að hleypa ekki efnahagskerfinu upp í einhverja verðbólgu eða búa til einhverja bólur. Og við sáum það bara í viðbragðinu við faraldrinum. Ég meina, þá opnaðist allt og það var í raun og veru gert hraðar allt sem að menn byggust við. Það var sagt 18 mánuð á trófabóluefni, svo bara kom fullt af opinberum stuðningi inn í það og fyrirtækin settu allt á fullt og settu önnur verkefni til hliðar og þá var hægt að gera það hraðar. Ég meina, og við sáum hvað var hægt að gera inn á Landspítalanum og breyta þar og fjölga plássum fyrir eitthvað tiltekið. En það einhver takmarkandi þáttur hvað við eigum mikið að gröfum en það þá þetta panta fleiri gröfur. Það í raun og veru takmarkandi þáttur. Eru takmarkandi hvað við getum gert? Að sjálfsögðu hægt að
gera of mikið peningalega þannig að maður blási í óðaverðbólgu. En það hins vegar lærdómur frá 1980-70 og það eru heilmikið að rannsóknum að koma fram núna, varðandi Kína, Sovétríkin og fleira þess þar. Að þetta var náttúrulega tengt olíunni og fleira þess þar, þannig að varnir gegn verðbólgunni eru alveg til, þannig að menn eru ekki í hættu af því að fara að búa til hana því það eru til viðbrögð við því og vandinn hefur verið frá 2008 og lengur að koma verðbólgunni í gang og það smá verðbólga komin núna í gang í heiminum sem allir eru voðalega ánægðir með og meira spurningin hvort hún sé tímabundin eða haldist af því að það sem í raun og veru verra er deflation eða stagflation, ef það verður hérna á sama tíma atvinnuleysi og verðbólga eða ef það verður verðhjöðnun. Þetta eru miklu erfiðari mál að kljást við heldur en verðbólgan sjálf. Má ég spyrja þig? Já. Ef að það þannig að það ekki lengur að mörkin liggi við skuldsetningi má ekki fara umfram 50% og ég veit nú bara í Halldór Benjamin sem var að lýsa því í einhverju viðtali að það var einhver háskatala að ef að þessi strik í sandin eru núna svona hálfmarklaus en við veit alveg að hvar efri mörkin eru af einhverjum öðrum ástæðum. Hvað væru menn þá að horfa í? Hvar eru hættu einkennin ef þau ekki bara að við sem að brjóta gegn heilagri nýfrjálshyggju? Hver eru hættumörkin að ríkisvaldið sé of umsvifa mikið í samfélaginu? Það var í kringum fjármálahrunið 2008 var fræg Reinhard Rogoff rannsókn sem sýndi fram á 90% væri hættulegu mörkin á ríkisskuldum. Það var síðan algjörlega afsannað og þetta olli til dæmis miklu niðurskurði í Grikklandi og fleiri Suður-Evrópulöndum sem olli bara að landsframleiðslan var minni og allt var í raun og veru verra og núna eru bæði Bandaríkin og flest Evrópuríki komin upp í 100% eða meira. Vandinn liggur ekki í þeirri tölu per se. Ég er að spyrja, hvar eru mörkin þá? Á hvað við að horfa ef að þessi mælir sem undanfarin 20 ár á Íslandi, lengur í sumum löndum, ef að hann bara ekki, skiptir ekki máli lengur, á hvað á ég að horfa? Þetta flókið. Það annars vegar verðbólgumælingin sjálf. Það heilmikil dygla á umræðum það. Hún mælir ákveðna hluti. Notaðir bílar í Bandaríkjunum eru dýrari en nýju bílar af því að það bara var ekki hægt að framleiða nýja bíla af því að það vantaði í hluti. Þarna kemur aftur gamla Keynes-þekkingin. Hins vegar það lífsviðurværis innkaup, eru þau að hækka eða eitthvað annað tímabundið að hækka og svo hvað húsnæðisliðurinn á að vera stór inn í verðbólgumælingunni, fasteignabólurnar þannig að menn eru farin að viðurkenna verðbólgumæling og verðbólgan sem fyrirbæri flókin og það síðan það að auknar skuldir leiðir til hærri vaxta á skuldir ríkissjóðs hefur bara sýnt sig að heldur ekki, virkar ekki. Vextinir hafa verið að lækka þó að skuldinir hafa verið að hækka. Þannig að það eru endalaust dæmi úr raungögnum núna. Seðlabankastjóri hér var að hóta vaxtahækkun eins og sagt vegna aukinna ríkisútgjalda. Já, það var töluvert sjokkerandi. Ég reyndar hef setið út í Englandsbanka þegar Theresa May tilkynnti kosningarnar og Boris Johnson var kosinn og þá fer Englandsbanki bara í samskiptabann þegar búið tilkynna kosningar. Fólk þurfti að aflýsa ráðstefnuferðum til að kynna greinina sína. Þannig að mér finnst þetta nú svolítið merkilegt innspil núna. Sérstaklega út frá álitum fjármálaráð sem voru gefin út í fyrra. Það sem sagt sjálfbærni opinberu skuldana, það hvort að hvernig ríkið ráði við að borga af þessum skuldum sem voru að aukast réttilega úr 30% upp í cirka 50% núna. Upp að 50. Að sjálfbærnin, þar að segja hvort að ríkið ráði við að borga af þessu sem eitt af hlutverkunum sem við eigum að fara yfir í fjármálaráðinu, í varðandi opinberu fjármálastemningar, að hún ekki vandamál. Það hefur fjármálaráð gefið út í álitunum sínum varðandi endurskoðaða stefnu og áætlunina núna síðast haust. Þannig og það miðast náttúrulega við það að vextinir séu lágir áfram. Þannig að ef að vextinir hækka of mikið, að þá verður náttúrulega dýrar að borga af skuldunum. Ekki bara fyrir heimilin sem eru með húsnæðisskuldir, heldur líka fyrir sveitarfélögin og ríkissjóð. Þannig að það
svolítið úr takti við það sem kemur frá öllum öðrum seðlabönkum út í heimi sem ég fylgist með, þar sem að menn eru aðeins að ræðum hvenær ætla að fara að byrja að draga úr magnbundnu íhlutunni, þar að segja peningaprentuninni sem gerð með því að kaupa skuldabréf á markaði og það að fara að hægja á því í Bandaríkjunum og Bretlandi kannski í lok þess árs, kannski á næsta ári, það fer eftir í hvernig faraldurinn fer. Jafnvel þó þar verðbólga komin upp í 5% í Bandaríkjunum núna, af því að menn álíta hún sé tímabundin og það sé betra að keyra hann í gang, menn eru búin að breyta peningastefnunum sínum, eru að horfa á lengra tímabili við meðaltöl, ekki að vera að skoða punkttölur og ekki að vera að bregðast of hratt við einhverjum smáægilegum breytingum sem verða að því að það var reynslan 2008, 2010, 2012 evrókreppan, að það var miklu flóknar að bregðast við þegar ef það voru gripið of snemma í taumana. Þú ert að hægja á bílnum í brekku, þú ert ekki komin í öruggt skjól með úrvinnsluna af vandanum. Við höfum verið tvívegis verið hækkaðir skattar á Íslandi. Já. Sem svolítið sérstakt og við takt við það sem annars þar. En ég ætla ekki að byrja því að leiða út í að gagnrýna Ásgeir nafnaðinn allt of mikið. En það sem þú nefndir samspil vaxta og sjálfbærni ríkisútgjalda. Nú voru 30% mörkin sett hér á meðan að stýrivextir Seðlabankans voru bara 6%. Nú eru stýrivextirnir 2% eða það var verið þann tímabil. Ef að ég skulda 30% á 6% vöxtum, get ég þá ekki alveg skuldað 90% á 2% vöxtum? Og það sama greiðslubyrðin af því. Jú, ceteris paribus, allt annað óbreytt, þar sem lánið jafn langt og þá þetta aðeins flóknar en cirka svona. Þannig að bara vaxtalækkurinn og svo tilfinning sem held ég sé almennt ríkjandi í heiminum að við sem að sigla inn í lágasta tímabil, hún ætti í sjálfum sér að fela í sér endurskoðun á skuldagetu hins opinbera. Já, þetta búið að vera í gangi í umræðin úti alveg frá 2019 og ekki komist hingað. Jú, þetta inn í álitum fjármálaráðs að einhverju leyti, ef að áhættulausu vextinir, svona grunnvextinir, hvort sem þeir eru af markaði eða frá Seðlabankanum, þeir eru búin að vera að lækka í öllum heiminum síðustu áratugi. Það var bara kynnt núna í ágúst í Jackson Hole líka ný grein rannsókn það. Þannig að þeir eru alltaf að lækka. Þannig að þess vegna auðveldara fyrir ríkissjóðina að standa undir auknum skuldum af því að vaxtastiginu haldið lágur. Svo ég ætla ekki að fara út í ómikla tækni umræður, ég meina baby boomers og þeirra sparnaður, hvernig hann hefur áhrif á þetta og hve mikið síðan jável bara ójöfnuður í samfélaginu hefur áhrif á lækkandi vaxtastig. Þannig ef við læknum ójöfnuðina þá munum vextir hækka, þetta sé það? Munum hækka? Já, allavega komast frá núllinu sem öllum finnst óþægilegt að vera í. Þannig en ójöfnuður lækkar vexti? Já, aukin ójöfnuður verið að leggja til núna, hefur verið ein af ástæðunum. Baby boomers demografían, hvað mikið af fólki að safna og hvað mikið af fólki að eyða. Fjármagnið leitar á svona einhæfa staði, er það ástæðan eða? Já, það leitar sér alltaf að meira ávöxtun og hins vegar ríkisskuldinnar eru svona örugg ávöxtun, alveg eins og við erum í mjög spes ástandi núna eftir heimsfaraldur, eins og eftir stríð, að þá það leiðin til að vinna sig út úr afleiðingunum af kreppunni, að vöxtum haldið lágu lengi, af því að þeir sem eiga mikla peninga eins og eftir seinna stríð, það voru gefin út Liberty Bonds í Bandaríkjunum sem báru 2% vexti þó að verðbólga væri 2-3%. Menn vildu frekar geyma þá peninga í öryggi hjá ríkisskuldabréfum til að vera vissir það, af því þeir voru óvissir hvort það myndi vera að koma verðbólga, þeir myndi brenna upp eða eitthvað annað myndi éta af þeim og þeir voru líka bara stuðla að uppbyggingu ríkisins eftir skellin og leggja sitt að mörkum með því. Lífeyrissjóðir allan heiminn eftir hrun nýfrjálshyggjunnar 1929, það má segja það. Og lífeyrissjóðir eru með ákveðin svona grunnkjölfestu af sinni fjárfestingu í svona öruggum eignum til þess að síðan aðrir hlutir geti farið í meiri áhættu. Þetta mjög mikið verið að tala núna bara ráðstöfnu
sem var á gæra fyrradag með Mark Carney sem var seðlabankastjóri Bretlands og núna svona umhverfis sendiherra Sameinuðu þjóðanna í aðdraganda að COP26 fundinum í Glasgow í nóvember, að þá sko verið að tala að það verður fullt af fjárfestingareignum sem verða strandaðar, svona vandræðaeignir, í lindum oljufyrirtækjum og þeim iðnaði sem verið að fara að taka út af borðinu með reglugerðum og breytingum. Við erum kannski með einhverja verksmiðju svona dæmi hérna á Suðurnesjum, þú vilt ekki eiga einhver eign sem orðin bara vandræðeign og gefur ekki af sér, þannig að ríki eru byrjað að setja sér lögum að banna bíla með bensíni, Bretland, Noregur eru búin að því. Við erum ekki búin að lögfesta nein markmið hér, en það það sem að menn eru að horfa til að þá fagfjárfestar eins og lífeyrissjóðir og þess háttar eru að fara að fjárfesta miklu meira í grænuvæðingunni og forðast að fara út úr þessu. Þannig að það er hægt að beita markaðnum með reglum og kröfum frá hinu opinbera og skattlagningu til þess að losa okkur fyrr út úr vandanum. En þetta var svona dæmi hvernig sko það að fjárfesta í öruggri áhættu lítilli fjárfestingu, það að segja einhvers konar græn orka eins og veitustarfsemi og þessu það ekki há áhætta eins og að fjárfesta í oljuleit, það hreinlega verið að banna það núna bara í Bretlandi heyrði ég, þú veist, og verða að setja reglur eflaust í framhaldi af. Við verðum nú varðið þetta að íslensk fyrirtæki að selja svona grunn innviði sína eins og fjarskiptafyrirtækin og einmitt til fjárfesta sem að leita svona öruggri langtíma fjárfestingu og gera lága arðsemiskröfu og þar af leiðandi verðmæti eignanna í dag svo há og íslenskir hluthafar í þessum félögum stökkva það og greiða sér peningin aftur og skilja náttúrulega fyrirtækin eftir veikari, en það dæmi þetta sem þú ert að segja, það sem að peningar eru að leita í svona langtíma fjárfestingu sem að sætti sig við lægri vexti, eins og til dæmis, ég ætla ekki að fara að biðja þig að gefa einhvernir á kosningatilboð sósíalista, en raunverulega húsnæðissjóðurinn sem á að byggja hér upp húsnæði slík hugsun, að það sé eftirspurn eftir því að fjárfesta til lengri tíma í öruggri fjárfestingu og sjóðir séu til í að gera lægri fjárfestingakröfu. Já, ég meina þetta Óli Margeirs hefur oft sagt þetta hérna í spjallinu undanfarið ár, ég meina þetta eru það sem stórir tryggingafélagasjóðir og líftryggingafélagasjóðir og fasteignasjóðir á vegum lífeyrissjóða úti að gera, ég meina þannig að það bara að fara að aukast. Í viðbót við þetta, þannig að enginn með áhyggjur af fjármögnun ríkissjóðanna og lánsfjármögnun þeirra, en það mikil eftirspurn eftir því og vextinir haldast lágir úti. Þannig og sem stemmir við það sem ég var að segja Keynes hefur sagt, það sem takmarkandi hvað við getum gert og hversu hratt tekst okkur að bjarga jörðinni frá því að vitið í því sem við erum að gera. Já, að við ekki gera einhverju vitleysu, það verður að vera til þess að bæta umhverfi, til þess að byggja upp betra samfélag og það síðan það sem fjármagnið vill leita í að byggja upp. Hins vegar varðandi að því að varst að tala varðandi skuldirnar og það sem ríkissjóðan notar það í, að bara svona dæmi að því að þetta eru ákveðnar alþjóðlega reglur reikningsskil ríkissjóðanna og staðlar, alveg eins og eða sem ekki alveg eins, en líkt og fyrir fyrirtækin og þegar ég vann í fasteignasjóði úti og þá voru fyrirtæki að selja fasteignar og leigja tilbaka til að lækka það hlutfallið sér. Það verður á næstu árum alveg án vafa breytt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum varðandi skuldbindingar ríkissjóða. Af því að ef þú gerir leigusamning til 20 ára á einhverju húsnæði og lofar að borga leigun í 20 ár, að þá það í raun og veru ekkert annað en að taka lán til að byggja húsið sjálfur og borga af láninu. Þannig að skuldbindingin sem felst í því að taka lán til að byggja nýja brú eða byggja nýtt hús á móti því að láta eitthvað einkafyrirtæki gera það og gera samning við það greiðslurnar af því jafn mikil skuldbinding fyrir ríkissjóð. Já, hún kostar meira því að það hærri ávöxtunarkrafa. Það liggja bara rannsóknir á því svona einkafjármögnun að hún almenningi dýrari. Þannig að við getum ekki dæmi sem að ég hef fjallað sem að bygging eyktar, samningur eyktar við skattinn og að byggja hús
sem samningurinn til 30 ára og borgar húsið líklega rúmlega, eða svona tæplega tvisvar á leiðinni. Þegar samningurinn rennur út þá á skatturinn ekkert hús en búinn að borga næstu 2 hús fyrir eiganda eyktar og hann á þá húsið á eftir. Í svona einföldri ríkisfjármálarstefnu nýfrjálshyggjunnar með því að halda sig innan markana þá getur þetta hljóma skynsilega því að þú ert að flytja fjármögnunina á þessu út úr ríkissjóði en með þessum nýju aðferðum að þá yrði fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson neyddur til þess að raunverulega gjaldfæra eða setja kostnaðinn við samningin inn í ríkisreikning þar sem að kæmi í ljós að þetta er raunverulega þyngri skuldbinding heldur en að skattur fengi bara að byggja sitt eigið hús. Ég tel í alþjóðlegu samningi þá bara tímaspursmál hvenær alþjóðlegu reikningsskilareglunum fyrir ríkissjóði verður breytt í þessa veru. Því það er svo mikil umræða Þar eru rökin fyrir að gera Ölfusárbrú eins og verið að tala eða brú yfir Hornafjarðarós, þá er þetta raunverulega tómt mál. Í þessu engin sparnaður. Þetta er raunverulega bara svona reikningsskila með því að flytja kostnaðinn við framkvæmdina út úr ríkissjóði. Umræðan út í heimi öll að fjalla þetta núna. New Green Deal hjá Evrópusambandinu, uppbyggingin á að umbreyta samfélaginu á þessum tímapunkti sem við stöndum á núna. Felst í því, Evrópusambandið setur hærri tolla á stál sem búið til með kolum. Það að fara að byggja upp vegi lestarkerfi sem að munu minnka flugumferð. Þannig að það má ekki eyða sig hvað sem þú getur ekki gert bara það sem þig langar, en þegar að það verið að fjárfesta í skynsamlegri langtíma fjárfestingu sem skilar sér með betri eignahlið hjá ríkissjóðunum, að þá engin spurning að þegar vextinir eru svona lágir, að þá það mjög góð fjárfesting þó að það auki á skuldirnar að því að reynslan sem var eftir hrun, fyrir hrun sérstaklega eftir hrun og birtist eftir hrun, ef að samdrátturinn er mikill, það sparað í viðhaldi, þá rýrnar eignarhliðin bara meðan menn að passa skuldahliðin fari ekki upp fyrir einhverju tölu. Þannig að þetta er löngu afgreitt mál en umræðan á að snúast hvað skynsamlegt að fjárfesta í, hver hratt getum við gert það? Ég meina, við erum búin að vera En áður við veltum því fyrir okkur, hvað við gætum eytt þessu svigrúmi hins opinbera á tímum lágra vaxta og Ísland enn með lága skuldastöðu. Þannig að mér aðeins að spyrja svona svipað og svo hefur verið að fjalla hérna núna síðast, sem ef að svona samspil, hvað getum við sagt, samspil skulda og innviða. Að ef við erum með ríkissjóð sem að skuldar 30% af landsframleiðslu, en innviðirnir eru í lamasessi, heilbrigðiskerfið veikt, vegakerfið þjónar illa fólki og atvinnulífinu og það fram eftir götunum. Hafa komið upp hugmyndur hvernig væri hægt að raunverulega eigfæra stöðu innviðanna, þannig að við varum með eitt land sem væri þannig, að væri með skuldaði bara 30%, en væri með innviðina í maski, svo varum við með annan land sem skuldaði 70%, en innviðinir væru þess betri, sem að, þetta eru 40%, þannig að á íslenska mælikvarða þá verður að tala 1200 milljarða, að innviðinir væru 1200 milljörðum betri, að það samfélag sem að skuldar 70% en með innviðin í lagi, það getur verið sterkara samfélag og getur mætt framtíðinni öflugra og búið til sterkara samfélag og sterkara atvinnulíf og sterkara efnahag heldur en landið sem skuldar bara 30 en með innviðina veika. Já, og ég meina þetta ástæðan fyrir þessum nýju lögum opinber fjármál sem voru reyndar sett fyrir 5 árum, það var verið að vinna í að gera þau eftir hrunið og þar felst meðal annars í því að fjármálaráð var skipað en líka stofn efnahagsreikningur ríkisins var gerður í fyrsta sinn, hann var ekki til. Þannig að þar verið að telja inn allt þetta sem við eigum saman til þess að það sé í raun og veru eigfært og svo þarf að áætla verða á það og bókfæra það og afskrifa það þannig að maður sé þá að taka eðlilega í viðhald og halda í við. Þannig að þetta Þannig að þessi geta falsa stöðu ríkissjóðs raunverulega með því að bara sinna ekki viðhaldi og eiginlega ganga á innviðina. Og þetta var náttúrulega alveg byrjað að gera, menn voru búin að sjá þetta eftir hrun, svo ég vísi í fjármálastefnu sem var sett í upphafi þessa kjörtímabil sem að klárast núna, að þá var alveg mjög mikil áhersla þar á
innviðuppbyggingu af því að menn voru búin að sjá þetta og það var áhersla á það og þar með voru við líka í vel stakk búin þegar það komu áföll, það þurfti að endurskoða stefnuna þegar vá fór á hausinn og svo aftur þegar COVID kom, en þá bæði spítalabygging í gangi og þessi vega framkvæmda pakki, þannig að það var hægt að svona bara auka í hann til að auka útgjöldin og halda í raun og veru efnahagskerfinu gangandi, því þegar að eða sá hluti efnahagslífsins sem á vegum einkaaðilana dregst algjörlega saman og lokað bara vegna heimsfaraldursins, að þá það eina sem heldur í gangandi eru ríkissjóðirnir og þess vegna gerðu þeir það allir að pumpa út peningunum. Það hins vegar verður að skipta mjög miklu máli í hvað þeim peningum var pumpað og það umræðan núna. Eins og áviðum alla fjárfestingar, það þurfa að vera eitthvað vit í þeim. Já. Og þar við bætist, svo ég taki líka meira umræðu utan heimi sem á eflaust við hér líka, að það ekki bara harðir innviðir, sem sagt svona brýr og vegir eða spítalabygging, heldur líka svo kallar mjúkir innviðir. Menntakerfi, heilbrigðiskerfið. Tækni, búnaður, ljósleiðara, væðing. Það á borði Biden stjórnarinnar í Bandaríkjunum að byggja upp almennt dagheimilis og leikskólakerfi. Að því það skilar samfélaginu betra vinnuafli út í atvinnulífið, þannig að þetta En förum þá aðeins yfir það. Hvað það, ef þetta þannig víða heim að þjóðir heims átt að segja á þessu aukna svigrúmi og það að ef þú byggir upp innviði og það skuld en það eignir á móti þannig að staða ríkissjóðs ekki verri, það getur verið betri vegna þess að samfélagið tilbúnara til þess að mæta framtíðinni og það verður meiri verðmætasköpun í framtíðinni. Hvað það sem að kemur upp á borðið hjá í umræðinni það sem við þurfum að gera? Einhver leyti hlýtur að vera það sem við höfum vanrækt undanfarið, sem eru þá hinn grotnandi innviðir eftir sveltistefnuna, en síðan hljóta að vera einhver aðgerðir til þess að mæta loftslagsbreytingum, en síðan eru aðgerðir til þess að mæta einhverjum breytingum í samfélaginu, það hefur verið talað fjórðu iðnbyltinguna og þar fram eftir götunum. Hvað það sem, og svo eins og ég nefndi þarna í Bandaríkjunum, þeir eru líka að fara út í svona affordable houses aðgerðir aftur, sem höfðu eiginlega lág í eiginlega allt nýfrjálshyggjutímabilið, það sem ekki var verið að byggja fyrir fólk sem var í neyð. Hvað það sem að menn að setja upp á borðið sem verkefni stjórnvalda til þess að ráðast í? Ef maður skoðar Bidenomics og það sem Biden að reyna að gera það byggist náttúrulega því að þingið samþykkja, en það í raun og veru bara svona norrænt módel sem að Bernie Sanders var búin að vera að berjast fyrir en síðan Biden fyrir að innleiða raun og veru og ég meina hann þarf líka að vera fjárfest í ljósleiðurum út í útkverfin. Ég að tala við prófessor í Boston sem ekki með ljósleiðar heimdi sín, á ADSL-i. Við erum þó með ljósleiðar út allt og við erum með leikskólakerfi sem virkar. En við erum ekki með gott affordable houses kerfi, við erum ekki með gott húsnæðiskerfi, þetta ekki átak þar líklega. Þú fær mikið til að tala Ísland, ég bara að tala það sem að gerast. Þetta vita allir, ég bara vitna í almenna þekkingu. En hins vegar munurinn ef maður tekur frá Bandaríkjunum yfir í Evrópu, að þar öll áherslan á umhverfismáli, New Green Deal, þar sem og síðan náttúrulega Evrópusambandi heldur áfram í stuðningi við rannsóknir og þróun, þeir ætla að ná að byggja upp grunnrannsóknir og fá í gang tækninýjungar sem nýtast inn í fjórðu iðnbyltinguna og í grænvæðinguna, þannig að Og hvar byggja menn upp nýsköpunina? Það gert eins og hérlendis, þar sem að nýsköpunin bara skilgreindur sem skattaafsláttur til fyrirtækja? Eða eru menn að byggja upp rannsóknarstofur og einhverja svona nýsköpunarmiðstöðvar sem að geta haft svona samfélagslega markmið? Það var nú meira sér fyrir COVID búið að auka mjög í rannsóknar áætlun Evrópusambandsins sem að styrkja háskóla og rannsóknarstarf í stofnunum tengdum. Síðan getum að séð að eiginlega breytingin núna í viðbót síðan að menn ætla að hraða fullt af þessum aðgerðum til þess að loftslagsván, og það það sem ég að búast við að koma enn meira í ljós í nóvember í Glasgow,
og við sjáum Seðlabankann evrópska vera að taka þar líka mjög svona hart á málum að meta til dæmis eignasafn banka sem hafa verið að lána mikið út í olíuiðnað sem meira áhættusamt af því að ábyrgð Seðlabankans á fjármálastöðugleika og það bara fyrirliggjandi miðað við þær aðgerðir sem það að gera í umhverfis- og loftslagsmálunum að það verður fullt af vandkvæðum sem fylgja og munu geta svona sullast yfir í fjármálakerfi og þess vegna Evrópski Seðlabankinn komið með mjög harðar vísanir hvernig þeir munu ætla að stuðla að lægri fjármögnun og lægri vöxtum fyrir það sem eru góðar fjárfestingar fyrir plánetuna og framtíðina en reyna þá að láta markaðinn refsa þeim sem sitja uppi í skítuiðnaðinum þannig og á sama hátt eru ríkissjóðirnir að reyna að beina sínum fjárfestingum í að byggja upp þá þætti af samfélaginu sem að hafa annarkvort verið eftir á eða verður að breyta þeim, það er verið að einangra hús betur, mjög mikil peningur fyrir það í Bretlandi veit ég, þannig að það er þó styrt frá ríkinu, skiptum gler eða bæta einangra, aftur annað dæmi það sem við erum held ég ágætlega stödd og getum þá beint áherslunum orkuskipti í samgöngum. Já, það er náttúrulega og þróun á batteríum og allt mögulegt bara breyta og það eru hinar afleiðingarnar af kóinu og breyta ferðavenjum, breyta vinnuvenjum ég meina, svo ég vitna aftur í Keynes gamla og mataradreifingu. Já, ég meina small farming. Ekki að vera að flytja avokado frá Argentínu til Íslands. Nei, ég ekki með því og það ég var að lesa nýlega bók núna svona smábíli sem að poppa upp í New York fylki, kringu New York borg, ég meina það ræktunarsvæði, það meðvitundin og þarna aftur, sko, verðlagningin á flutningi yfir halvan hnöttin hefur verið á lága því það hefur ekki verið skattlagt fyrir kostnaðinn sem af því hlýst, umhverfiskostnaðinn og þess vegna mjög mikil umræða líka svona alþjóðlega regluvæðingu hvernig sé hægt að taka á því til þess að við fáum heilbrigðara efnahagslíf, heilbrigðara loftslag út úr þeim breytingum en sko þessi Þannig að þau sem að ganga á náttúruna níðast á vinnuaflinu og síðan að níðast á umhverfinu með því að flytja það þvert yfir hnöttina, þeim verður einhvern veginn þeim verður refsað fyrir það, þeim verður rukkaði fyrir það eða þeim verður ekki leyft það eru reglur, það eru eftirlit og það eru hvatar og auka skattlagning til þess að vinda ofan af þessari braut sem sko nýfrjálsingin var bara búin að koma okkur að þeim mörkum að plánetan alveg við þolmörkin og Parísarsáttmálinn sem nú sko orðin svolítið gamall núna að það voru að koma skýrslu hvernig okkur hefur gengið að standa við það hefur ekki gengið vel að því að gömlu hugmyndanir að setja upp eitthvað kolefnismarkað og verði, það Evrópa að ná því aðeins en það ekki komið allan heim en það þarf að nást upp í $100 eða 100 evrur tonni til þess að það fara eitthvað að býta og við erum búin að tapa tímanum þar sem að ekki var nóg gert. Ég vonum að markaðurinn myndi leysa það með ykkur. Já, og það liggur alveg ljóst fyrir þetta markaðsbrestur núna og þetta verður að taka á þessu með alþjóðlegum reglum Evrópusambandi eflaust með svona vill vera þar leiðandi. Ég meina annað dæmi fyrirtækin ég meina Apple með harðari umhverfisstefnu heldur en við hér, þú veist. En varðandi svona opinbera atvinnustefnu eða opinbera aðgerðir, nú hafa þær ekki verið í tísku í þinni grein, í hagfræðinni í áratugi. En svona miðja síðustu öld að þá snéru stjórnmálin og hagfræðin svolítið það hvernig við ættum að byggja upp góð samfélög og það var litið á það sem væri svona sameiginlegt verkefni okkar að byggja upp bæta lífskjör, auka jöfnuð, leysa húsnæðisvandann, heilbrigði fyrir alla, menntun fyrir alla. En svona undanfarin sem var til tíma nýfrjálshyggjunnar þá hefur verið litið svo á við eigum ekki að vera að ræða þetta okkar á milli. Heldur eigum við bara að sleppa þessu lausu og þá mun einhvern veginn lausnin að koma til okkar.
með þessu falli nýfrjálshyggjunnar í ríkisfjármálum og þegar það dregið fram vondar afleiðingarinnar, þá þessi hugmynd stjórnmálanna raunverulega líka fallin. Nú það bara hlutverk okkar að fara að ræða stjórnmálum það, viljum við hafa svona kraga í kringum bæinn okkar þar sem að við ræktum sem mest af matnum til þess að skapa atvinnu, nýta orkun okkar, til spara gjaldeyri, spara eyðslu á náttúrugæðum eða verið að flytja matferði við hnöttin, eigum við að kæra í gegn orkuskiptingu í samgöngun, eigum við hvernig samfélag viljum við hafa, hvernig samfélag viljum við búa í, þannig að þetta ætti að vera viðfengin, að horfa til framtíðar og horfa til vonarinnar í staði fyrir að menn virði stundum sem að stjórnmálin á tímum nýfrjálshyggjunnar snúist óttan, að stjórnmálin bjóðast til að verja okkur fyrir ykkur vá, verja okkur fyrir ykkur upplust og glundróða og hættu. Þannig að þetta getur líka verið, þetta mjög jákvæð breyting, þessi vatnaskil. Algjörlega, ég meina, hagfræðin sem grein lendi náttúrulega í krísu, við fjármálahrunið allavega 2008 og upphaflega kemur hagfræðin náttúrulega úr political economy. Ég meina, hvernig á að byggja upp gott samfélag. Adam Smith skrifaði ekki bara Wealth of Nations, hann skrifaði líka Theory of Moral Sentiments. Við erum orðið var við að hvað erfitt fyrir því að ræða málið þegar þú telur þið ekki geta rætt pólitíkina. Það erfitt að ræða annað á þess að blanda hinn inn. Já, að því að, og nú ég bara að vísi í ég meina, þú getur skoðað vídeo hjá Institute for New Economic Thinking sem að ég hef tengst, sem var stofnuð eftir 2008 hrunið. Það alveg augljóst að hugmyndakerfi hagfræðina sem byggðist á einföldun á hinu mannlega lífi inn í einhver hagfræði líkun til þess að geta reiknað út, að þá afmennskaði hún viðfangsefnið, þar að segja bjóð til þennan rational agent, hinn alvitra, eigingjarna, alheimska, homo economicus, sem að bara hámarkar hagnað með minnstri fyrirhöfn og Þetta maðurinn sem að stjórnar samfélaginu. Við höfum sett hann yfir heilbrigðiskerfið, við höfum sett hann yfir fjármálaráðuneytið, við setjum hann yfir ríkisstjórn, eiginlega öll umræða í samfélaginu snýst það að hann eigi að ráða. Það kannski einhvers konar misskilningur eða mistök að hafa ætlað að kenna viðskiptafræði hagfræði sem matadorspil. Að markmið í leiknum sé að eignast sem mest og ég vinn ef ég á allar götunar og þú ert gjaldþrota. Það ekkert voðalega fallegt samfélag, og það birtir ágætlega kannski hvernig öfgakapítalismi leiðir til ef hann alveg frjáls og engar reglur og hinnum ríkar alltaf leyft að verða ríkar og endanum verður einn stór Matador var náttúrulega búið til kapítalismanum til háðungar. Þetta átti að vera til þess að sýna afhjúpa hversu hættulegt kerfið þetta var. En almenningur hefur tekið því svolítið þannig að þetta sýni hvað það sé svo gaman að vinna. Það hét upphaflega landlord game og síðan reyndar heitir það í útlöndum Monopoly sem einokun. En í Danmörk og hér heitir það Matador, sem ég veit ekki hvort það nautabanni eða eitthvað, en punkturinn sá að þetta búið að vera að breytast frá 2008 í hagfræði umræðu út í heim allavega. Ég meina, það var nýlega rannsókn, ég man ekki hvort það var í Englandsbanka eða Evrópska seðlabankanum, hve mikið orðið inequality, sem sagt ójöfnuður, kemur fyrir í ræðum seðlabankastjóra út í heimi og það bara búið að exponential sem í veldisvexti aukast. Það var áður var sagt í gamla daga, líkum við að segja, á blómatíma nýfrjálshyggjunnar var bara hugmyndin svo hagfræðingar ekki að skipta sér ójöfnuð, það fyrir pólitíkusa og við bara reiknum þetta út frá módelunum, en ég menn það hrundast 2008. Pólitíkarnir sögðu við getum ekki ráðið við ójöfnuðin vegna þess að það þarf að bara leysast í markanum. Við stækkum bara kökuna, þannig að allir hafi það bara betra. Og það er náttúrulega viss hætta ef að á að líta á hagfræðingarna sem þannig sérfræðinga þeir geti reiknað út. Það aðeins öðruvísi heldur en ef þú ert að reikna út veirudreifingu eða þó koma þar inn óvissuþættir að því að
fólkið hagar sér öðruvís en módeli gerði ráð fyrir, þar sem hendunar að faðmast ekki, þannig að þú breytir hegðun og þá breytist útkoman. Hagfræðilíkönin eru búin að vera að breytast frá því 2008 af því að allir vissu það svo sem, en menn höfðu bara ekki neitt betra, en núna vita allir að það er stór hættulegt að reikna með þessum rational agent og það er verið að reyna að gera agent-based modeling með mismunandi spilurum í og tölvutækni notu til að, þannig það er rosalega framþróun á þessu en grunnurinn er sá að hagfræðin verður að fara að hugsa fólkið sem að það er að þjóna en ekki bara einhverja eina jöfnu eða líkan sem segir út frá einhverjum útreikningi nú fór verð á timbri og notuðum bílum upp og þá er verðbólgumælingin okkar farin upp og þá á að hækka vextin. Þetta er auðvitað eru sumir sem telja að þá eigi að hækka vextina og það snýst allur debattin úti en Seðlabankastjórinn í bæði Bandaríkjunum og Evrópu sem reyndar bæði eru lögfræðingar ekki hagfræðingar að þau taka náttúrulega alveg nótis af þessu en segja við erum núna í óvenjulega ástandi, við erum að lifa nýja tíma og við berum ábyrgð, bandaríski Seðlabankastjórinn segir, við berum ábyrgð á því hér að 9 milljónir manns er þá atvinnulausir, við höfum ekki efni á leigunni sinni eða matnum. Við ætlum ekki að láta þetta fólk vera út í kuldanum eða missa heimilin sín. Það eru heilmiklar rannsóknir hvernig minnihlutahópar hafa komið illa út úr þessum kerfum, þannig að það er verið að breyta öllum kerfum. Þú sér þetta í skilaboðum frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, OECD, inclusive growth, sem sagt vöxtur sem tekur alla með, ekki að innblína á innföld meðaltöl. Þú veist, við verðum að horfa á tekjutíundir og lægstu prósent og hæstu prósent. Þetta er öll dyglan að fjalla út í heimi allavega. Og við verðum óska þess að þessi dygla komi einhvern tíminn hingað. Við erum svona svolítið leiðilegt hvað svona helstu stofnanir í íslensku samfélagi eru lengi að taka þetta inn. Þetta er náttúrulega miklu skemmtilegri hagfræði og miklu skemmtilegri pólitík að vera að ræða það svona hvernig samfélagi við viljum byggja upp heldur en að láta eins og að sé okkur 2 mælar í mælaborðinu sem að segja hvert við eigum að sigla. Hún er svolítið flóknari svona pæling en ég Líkar í lífinu. Leyfum mér að vitna í gamlan prófessor sem sagði það eru til 2 tegundir af akademikurum. Það eru þeir sem að vita sannleikann, að þeir eru búin að reikna út eða bara trúa. Og svo eru það hinir sem eru að leita sannleikans og það getur verið svolítið hættulegt að ætla að trúa á eina kenningu eða eitt líkan eða eina jöfnu til þess að stýra mannlegum samfélagi. Það er mikilvægara að taka fjölbreytileikann inn og margar breytur, það er flóknara, það er ekki eins einfalt, en það er vel gerlegt og það eru allir að kljást við þetta núna. Þessin er þetta spennandi svið að fylgjast með. Já, þessin er þetta spennandi tímar og við bara fögnum því að fá að lifa svona vatnaskil sem eru kannski svipuð og gengu yfir Vesturlönd 1980 og svo kannski 1940-45. Og Ásgeir Brynjar, ég þakka þér kærlega fyrir að taka enn hringinn með mér til þess að hjálpa mér og hlustendum til þess að átta sig á þeim tímum sem við lifum. Við sjáum svo aftur seinna við þetta sama rauða borð og við höldum áfram að glíma við